Við vitum öll að friðarsinnin Nick beitir byssunni aðeins í neyð. Eins og heyra má, eða öllu heldur heyrist ekki, byssa Nick hljóðlaus og ekki hljóðmengandi. Nick æfir skotfimi með aðstoð þessa litla en snotra síð barokks spegils. Skotspónn hans dagblaðstetur sem hengt á hurðina. Hann skýtur út litlu óin af nákvæmni. Þá hringt. Á skjánum birtist afar virðulegur bílstjóri sem biður Nick að koma strax á fund Bertu bombu. Bíllinn bíður. Hver Berta bomba? Hún einkaerfingi bombusmiðjunar sem framleiðir tívolíbombur. Nick verður auðvitað við hjálparbeiðni framleiðanda slíkrar nauðsynja vöru. Nick lítur djúpt í augu bílstjórans og sannfærist heiðarleika hans. Bílstjórinn óvanur slíkri kurteisi. Að sjálfsögðu fylgst með bíl auðkýmingsins, gegnum þennan sérstaka fyrir horni kíki. Nick undrast lögun sætisins og tjáð að þetta sé karfa fyrir kjölturakka frúarinnar og hans snýst málið. Kjölturakkinn Konni horfinn ásamt hálsbandi settu eðalsteinum. Bílstjórinn kveðst hafa farið með Konna að eftirlæti spiðskyldumerkjum hans. Hann segir að umferðaróhapp hafi dregið að sér athygli hans stund og þá hafi rakkinn horfið. Ólinn var slitinn. Nick sér þegar að ólinn ekki slitinn. Einhver hefur skorið á hana. Konni hefur verið numinn á brott. Þarna hann. Já, ekki að villast, þetta hann. Heill á húi. Málið virðist leyst. Nick langar heim, en afræður að skila kjölturakkanum í eigin persónu. Ályktun? Berta verður himinlifandi. Jú, sú var sveimir fegin. Nick alkunnur dýravinur en öllum á nú afbjóða. Skrifstofa Bertu kvenlega innréttuð þrátt fyrir þau hörðu viðskipti sem hún stundar. Á veggjum hanga bombuvörur í fallegum römmum. Klassískur MIG-rifill blómavas í horni. Nick má velja sér eitt þessara kjörgripa til eignar. Til dæmis þennan byssuhanska sem skýtur þangað sem fingri bent. Og hérna handtæk silfurbyssa fyrir karla, fyrir konuna og fyrir börnin. Regnhlífarriffla á Nick fjölmarga, en nýr þessi kveikjari. Brendu af aftur borðbyssan, ómissandi á hverju heimili. Ný líka bomberínan. Ef þrýst hérna, skýst kúla út handlegginn. Ekki kærir Nick sig herbyssuna þó hún geti tekið á sig liti allra þjóðfána. Hann þiggur handurlögnu dansmeina. Þá tístir tölvan á borði Bertu. Hver nú þetta? Þetta tölvufræðingurinn Max Makkari, fagmannlega bundinn og keflaður. Ráðist var á hann að störfum en hann gat sett viðvörunarkerfið í gang með fótunum. Ályktun? Dæmigerðar iðnaðarnjósnir. Hann stekkur að glugganum. Hérna hefur hann eða þeir komið inn. Á gluggakarminum að finna greinilegt kennimerki, hárkollu. Berta losar Max Makkara á meðan. Hann áreindar kolluna góðu. Nick vill vita hvort bóarnir hafi haft eitthvað á brott með sér. Makkarinn taugatryktur. Ekkert horfið, öskrar hann, en nú hverf ég. Tafarlaus uppsögn. Hann hefur fengið sér fullsaddan á tölvuruglinu. Nick grunar að bóarnir hafi komið fyrir hlerunartækjum og spyr Bertu hvort eitthvert herbergið sé hljóðeinangrað. Jú, svo mun vera. Úr ganginum sést inn í nútímanlegan framleiðslusalinn. Berta sýnir sjálfvirknina með stolti. Við verksmiðjuna vinnur aðeins einn maður, tölvufræðingurinn, og hann hefur sagt upp störfum. Hérna fundarsalurinn, sá fullkomnasti sem völ á. Svífandi plastkúla sem algerlega hljóðeinangruð fyrir leynilegar framleiðsluviðræður.
Á veggnum hangir tafla sem tengd er bókhaldstölvunni og sýnir á klukkustundarfresti fjárhagsstöðu fyrirtækisins. Þegar rauðar tölur birtast, hringir viðvörunarbjalla. Nick finnur njósnara þegar, rakkinn líka. Hvað sér Nick á hálsbandinu? Örlítinn hljóðnema með innbyggðu senditæki. Skipt hafði verið á eðalsteini og hljóðnema. Ekki orð meir. Öldurakkanum var rænt til að koma fyrir hljóðnema. Ályktun? Dæmi gert fyrir handbragð njósnarans kæna, Kasmírs, sem nú er ásamt aðstóðarmanni sínum, augnaindinu Sigurlínu Sætu, í þjónustu Bana smiðjunar og yfirmanns hennar, Bana Bruno, hættulegasta keppinaut Bertu Bombu. Ályktun Nicks er rétt. Sendibíl Kasmírs, sem er dulbúin sendistöð, er lagt í grendinni til að hlera samtöl Bertu. Í bílnum hlera þau Kasmír og Sigurlína nokkra stund án árangurs. Við vitum hvers vegna. Þá drynur rödd Nicks í heyrnartólunum. Gott kvöld, Kasmír! Nick nýr hljóðnemann milli þumals og vísifingurs. Háaðin er óbæðingur. Kasmír hefur fengið nóg. Hann setur fjarstýrðu ofur bífluguna meistaraverk örtölvutækninnar í gang. Hún er búin upptökuvél svo að allt sem hún sér birtist á skjánum hjá Kasmír. Á ganginum sér hann Bertu og Nick á leiðinni í forstjóraskrifstofuna. Við gluggann á framleiðslusalnum rekur Berta upp skelfingaróp og fellur í yfirlið. Hvað sér Nick? Í stað nytsamra tóla kemur fánýtt blikkdót út úr vélunum. Kasmír hefur matað tölvuna á ný og sett af stað með fjarstýringu. Nick ber Bertu inn á skrifstofu og kemur þá auga á ofurfluguna við gluggann. Nú verður að bregðast skjótt við. Kasmír sér hvað Nick hyggst fyrir. Hann snýr bíflugunni við. Nick þrífur einn stóla Bertu og kastar. Í mark! Það rignir blöðum úr stólnum. Nick ályktar. Stjórnendur flugunar eru skammt undan og koma brátt. Þarna birtast þeir. Nick reynir að láta lítið á sér bera og fylgist með. Hvað sér hann? Þeir lesa blöðin af áfergju. Nick þrífur annan stól. Óbeint kjaftsögg, meistaralegt kast. Þá er komið að sjónvarpinu. Dabbi missir heyrn og sjón. Síðasta vopnið er gamli hólkurinn. Bófaflokkurinn er útþurrkaður, ályktar Nick. En Sigurlína stendur enn uppi. Berta rankar við sér og spyr kvíðafull. Hvar eru stólarnir mínir? Ég grýtti þeim í njósnarana, svarar Nick stoltur og fær að heyra að þeir höfðu að geyma alla leynilegustu uppdrætti bombuversmiðunar. Berta missir með fullum rétti aftur meðvitund. Nick fer til að bjarga því sem bjargað verður. Hvað? Fyrir 1 mínútu steinlá liði hérna. Ályktun? Sigurlína hefur hirt á. Hann leitar að slóð til að geta elt hana uppi. Þar sem sendibíllinn stóð uppgötur hann örlítinn olíudropa. Og þarna kemur Rolsinn að sækja frúna. Berta er vöknuð úr dáinu og sér Rolsinn renna á braut með Nick á vélarhlífinni. Hann vísar bílstjórnum leið eftir olíudrópunum. Löggan segir slíkt varða við lög. En Nick lætur bílstjórunum útskýringarnar eftir. Nick sér rauða sendibílinn. Hann nær honum í ofurmannlegu stökki. Hann skipar Sigurlínu að snúa þegar við. Hún segir götuna of þrönga. Hún ætlar sér að komast að þessum bílskúrstyrum. Við sýnum nú snúningskænsku Sigurlínu nákvæmlega. Hún hemlar, bakkar, opnar dyrnar með fjarstýringu og nú gerum við myndina gagnsæja. Sigurlína lætur vélina drynja og þykist ekki koma bílnum í gír. Hún togar í stöng sem lyftir gólfinu svo að bóarnir og leynlegu skjölin lenda inni í skúrnum. Þungu fargi af Sigurlínu og bílnum létt og brátt eru þau við bombubygginguna.
Bertu léttir líka þegar hún sér Nick og vonar að öllu sé lokið. Með stolti segir Nick bóana og skjölin veri í bílnum. Sigurlína á að opna að aftan. Hún þrýstir á hnapp og Nick sleginn niður. Berta ekki síður slegin þegar hún sér Nick troðið inn í bíl og ekið á brott. Nick í roti í 2 stundir. Í niðamyrkri leitar hann að útgönguleið og hefur ekki hugmynd að ástandið hefur breyst heilmikið. Hann stendur fyrir utan banasmiðjurnar. Þá verður honum ljóst að Bana Bruno yfirmaður Kasmírs. Sá skal fá á baukinn. Og hvað sér hann? Berta að skrifa undir samrunasamning við banasmiðjurnar. Samkeppnin úti. Öll vopn á einni hendi. Bomba og bani. En sagan ekki öll. Viku seinna á samruni Bertu og Bruno sér stað. Ekkert jafnast á við vopn.